Skipverjar á Bandero segja að stjórnvöld hafi ekki svarað beiðnum þeirra að fá að sigla inn í 12 mílna landhelgi Íslands. Áhöfnin var þreytt og svöng þegar fréttastofa fór borð í dag. Margar Evrópuþjóðir eru komnar í hár saman vegna ástandsins í Ceuta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð sumra ríkja sem hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld. Segir þau eigingjörn andstæð lögum og stuðla að sundrungu. Minningarsjóður Ólafar Töru Harðardóttur vonast til að samstarf við þjóðkirkjuna verði til raunverulegs stuðnings fyrir baráttufólk gegn kynbundnu ofbeldi. Þeir sem styðja við þolendur geta leitað til prests með reynslu á sviðinu. Mateusz Morawiecki, fyrrverandi forsætisráðherra Póllands, hefur yfirgefið flokkinn Lög og réttlæti og stofnað nýjan þingflokk. Ákvörðun hans átti sér langan aðdraganda. Þetta segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Sandkastalar, sápubolti og síldarævintýri meðal þess sem skemmtir landanum helgina. Hinar ýmsu hátíðir allt land hafa mestu farið vel fram. Gott kvöld. Skipverjar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segjast hafa óskað eftir leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands en ekki verið svarað. Þau hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Hvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og svöng þegar við náðum tali af skipverjum upp úr hádegi í dag. Bandero hefur elt hvalveiðiskip í nokkrar vikur út af Faxaflóa. We've been seeing fin whales come back to the whaling station with fetuses cut out of mothers. It's 4 harpoons shot into, these helpless, beautiful creatures. And we think it's horrific. Did your operation fail? I think we've been really successful at shedding a light on whaling in Iceland. I think that whaling is kind of like a stain on the reputation of Iceland. But why did you ignore the instruction of the police and the special police unit and the Coast Guard? I can't discuss anything about any of the actions on July 30th until our case is closed, essentially. Is it true that you tried to throw a net into the propeller of the whaling vessel? Do you consider that a responsible behavior? I literally can't speak about any single action on July 30th because there's a pending investigation. So I have been instructed by our attorney to say no comment. Hún vildi heldur ekki svara því hvort Bandero hefði siglt fyrir stefnu Hvals 9 eða aftrað för með öðrum hætti. Lögregla lagði hald á ýmsan búnað í gær, síma, minniskort, myndavélar og tölvur. Óvíst hversu lengi áhöfninni verður haldið hér borð en flest bendir til að það verði í það minnsta fram á þriðjudag. Skipstjórinn hefur áhyggjur af því að hann verði látinn dúsa hér borð meðan á rannsókn málsins stendur sem gæti verið 4 til 6 vikur. Why didn't you get the license to enter the Icelandic waters? Would that have been We applied for a license to come in. We were denied. Then we applied to find out why we were denied and we never got any response. Áhöfnin hafði áhyggjur á birgðastöðu. Matur og drykkjarvatn væri af skornum skammti og dygði ekki í marga daga í viðbót. Þegar fréttamenn yfirgáfu skipið var þó verið að undirbúa sendingar á mat og drykk borð. I feel real gratitude to the Icelandic people that support us. Obviously, this is led to a situation that is uncomfortable for all of us. And I think everybody's really tired. Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Kristjáni Loftssyni, forstjóra Hvals hf. Og boðið honum viðtal en hann hefur ekki orðið að þeirri beiðni. Talið 67 hafi látist þegar 60.000 manns streymdu yfir landamærin frá Marokkó til hólmlendunar Ceuta fyrir helgi. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð þeirra ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld vegna þessa.
Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komust til borgarinnar hafi þegar snúið aftur til Marokkós. Minnst 67 létust. Þetta kemur fram í bréfi forsætisráðherrans Pedros Sánchez til Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Sánchez gagnrýnir Evrópusambandið og segir það ekki hafa stutt Spán. Þá hafi viðbrögð sumra ríkja verið eigingjörn, ólögmæt og til þess fallin að slá pólitískar keilur. Von der Leyen hefur vísað gagnrýni Sánchez á bug og segir ESB hafa stutt við Spán frá fyrstu stundu. Hún benti jafnframt á að enginn þeirra sem komu til Þjúta hefði komist inn á Schengen-svæðið. Innanríkisráðherrar ESB hittast á fundi á þriðjudaginn til að ræða atvikið. Á sama tíma hafa 22 af 27 aðildarríkjum ESB farið fram á neyðarviðræður í opnu bréfi og segjast hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjúta. Og samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu til skoðunar hvort samstarfsríki og þar á meðal Ísland fái að sitja fundinn. Samfélagsmiðlar eiga stóran þátt í álagi á baráttufólki að kynbundnu ofbeldi. Samstarf Þjóðkirkjunnar og minningarsjóðs Ólafar Töru sálgæslu fyrir baráttufólk verður hleypt af stokkunum í byrjun ágúst. Hugmyndin kom til eftir andlát Ólafar og við vorum að hugsa hver það sem grípur utan fólki sem stendur á framlínunni. Þau að aðstoða aðra en fá enga aðstoð sjálf. Ólöf Tara Harðardóttir lést í upphafi síðasta árs eftir áralanga baráttu gegn ofbeldi. Systir hennar segir ekki hlaupið að því að fá stuðning. Það getur verið mjög flókið og getur verið langir biðlistar og kosta mikið. Biskup Íslands kynnti samstarf Þjóðkirkjunnar og minningarsjóðs Ólafar Töru á druslugöngunni. Baráttufólki gegn kynbundnu ofbeldi býðst sálgæsla og handleiðsla hjá presti sem hefur langa reynslu af að vinna með þolendum ofbeldis. Þjóðkirkjan stærsta sálgæsla landsins og hún opin fyrir öllum, alveg sama hvað þú trúir á, alveg sama hvað kyn. Telma segir umræðu á samfélagsmiðlum geta verið baráttufólki erfiða. Internetið spila mjög stóran leik inn í þetta. Það svo frjálst að geta allir sagt eitthvað. Þegar við erum að tala hluti sem hafa verið þaggaðir niðri bara í kynslóðir, þá verða viðbrögð mjög sterk. Það það sem þau fá framan í sig. Hægt að hafa samband við Laufeyju í tölvupósti. Hún var ráðgjafi í Kvennaathvarfinu og Bjarkarhlíð og menntuð í sálgæslu. Í sálgæslunni þá erum við ekki að nálgast hlutina út frá trú eða trúarbrögðum. Og það skiptir líka mjög miklu máli að allt sem við gerum það kostar ekki. Hún bendir á að við það að hjálpa öðrum geti áföll ýfst upp. Þess vegna skiptir mjög miklu máli að þau hafi athvarf, þau hafi stað þar sem að þau geta komið og aðeins pústað. Klofningur á hægri væng pólskra stjórnmála merki hugmyndafræðileg átök í aðdraganda næstu þingkosninga. Þetta segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Mateusz Morawiecki, fyrrverandi forsætisráðherra, hefur yfirgefið flokk sinn, Lög og réttlæti og myndað nýja stjórnmálahreyfingu. My chcemy iść dalej. Chcemy patrzeć w przyszłość. Chcemy proponować dobre rozwiązania dla Polski. Chcemy walczyć o dobrobyt Polaków, o silną, bezpieczną polską armię, o bardzo mocną tożsamość kulturową Polaków, o to, żebyśmy my byli jak najbliżej ludzkich spraw, polskich spraw. Þessi ákvörðun Morawiecki og 40 annarra þingmanna fyrr í þessari viku vakti mikla athygli, enda Lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Pólandi og var áður við völd í langan tíma. En þetta átti sér langan aðdraganda. Morawiecki var hafnað sem frambjóðanda flokksins í síðustu forsetakosningum og í vor var gengið fram hjá honum þegar flokkurinn valdi nýjan mann sem næsta mögulega forsetisráðherra eftir kosningar á næsta ári. Sá heitir Przemysław Czernek og mun lengra til hægri en Morawiecki sem mörgum í flokknum þykir vera of frjálslyndur. Now that completely marginalized Morawiecki and his people. It became quite apparent that he wouldn't really have a future in Polish politics with Czarnek as prime minister, and he wouldn't really have a future within the party with Czarnek's people as the ones at the helm. So he had basically two choices. He could just lay down and take it. He could resign himself to becoming, for example, a member of European Parliament,
Or he could holster his guns and he could take a chance, he could take a big swing. Sem hann gerði svo fyrr í þessari viku. Allt þetta þýðir að hægrivængurinn enn meira klofinn en áður í pólskum stjórnmálum. Lög og réttlæti átti það svið í langan tíma en ekki lengur. Það eru engar líkur á því að Morawiecki gangi til liðs við núverandi forsætisráðherra Donald Tusk, segir Gilsak. Hann vilji frekar bjóða hægrisinnuðum kjósendum upp á nýjan valkost þeim megin. At this stage, you have two completely different visions of where they should go out and compete for those votes that they will need in order to have a parliamentary majority in 2027. Skemmtanahald hefur gengið vel all land að sögn lögreglu þrátt fyrir minniháttar fíkniefnamál. Þótt úti í hátíðir á Akureyri og í Vestmannaeyjum laði að sér flesta gesti, eru margar aðrar hátíðir all land þar sem fólk lyftir sér á kreik. Á fjölskylduhátíðinni Neistaflugi í Neskaupstað gátu þyrstir tekið þátt í freyðivínshlaupi og boltaglaðir í árlegum sápubolta og keppnin var hörð. Þetta geggjur stemning. Leikurinn fór 3-0. Frammistaðan okkar búin að vera upp á ofan en hún í veldisvexti á okkur. Hún fer upp á við. Á Holtsandi í Önundarfirði reis fjöldi bygginga í sandkastalakeppni sem þar fór fram. Á unglingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki eru 1000 börn á aldrinum 11 til 18 ára sem njóta lífsins í brakandi blíðu ásamt fjölskyldum sínum. Þar keppt í yfir 20 íþróttagreinum, þar á meðal grasblaki og badminton. Bjössi, Brunabangsi og íþróttálfurinn heilsuðu upp á yngri kynslóðina á Siglufirði og þeir hugrökkustu hoppuðu í sjóinn. Hér í Reykjavík það hátíðin Innipúkinn í Austurbæ sem laðar að sér fjölda gesta. Og hjá mér eru skipuleggjendur hátíðarinnar, þeir Eldar og Steinþór. Ja, Steinþór, þið byrjuðu dagskrána snemma í dag? Já, við erum búin að vera með nýskupúkan í dag og svo voru að bara klára sérna pubquiz, ég þetta skítappaði, þannig að ég er svona smá pirraður en ég er spenntur fyrir kvöldinu samt. Og Eldar, eigið þið von á mörgum gestum í kvöld? Já, við erum alveg pakkað í kvöld, við erum með ótrúlega glæsilega dagskrá, FM Belfast, Rektor og Stefánsson og Kusk Óviti hérna uppi og það verður allt pakkað hérna. Það greinilega mikil stemning í borginni og mikil stemning fyrir Innipúkanum í ár. Og nafnið Innipúkinn, hvaðan kemur það? Þetta bara því maður, fyrsta lagi að því að við nennum ekki að fara í ykkur útilegu verslunarmenningina. Það er versti tíminn til þess að fara á landsbyggðina. Við elskum landsbyggðina, ef við nennum ekki að fara til landsbyggðina verslunarmenningina. Við gerum bara, á öðrum tíma sumarsins. En svo eru við líka svo mikil púkar og það er svo mikil púk í okkur og við viljum bara hafa gaman og þá langbest að vera bara í borginni að púka staðinn saman, skilur, og hafa gaman. Því það er erfitt að hafa gaman verslunarmannahelgina út á landsbyggðinni. Það er bara á Innipúkanum. Þannig að þess vegna Innipúkinn. Hvað er þessi hátíð búin að vera haldin í mörg ár? Síðan 2002 og bara þetta er alltaf gaman og og þetta er svona toppurinn sumrunni fyrir okkur og já, bara þetta verður bara gaman sko. Þetta er síst bara það, hafa gaman, bara gaman. Og þægilegt, og þægilegt. Þú fer bara heim og sefur í góðu rúmi, þú ert ekki blöyt í fæturnar og bara hefur það næs. Það er ekki að fara að skoða eitthvað veður.is eða appið eða neitt svoleiðis, þú bara mætir, svittar smá og svo ferðu bara heim að sofa sko. Það er alltaf gott veður á Innipúkanum, alltaf. Já, ekkert lose me, ekkert frjókornaofnæmi, smá svona. Glæsilegt. Við vonum bara að allir gestir helgarinnar gangi hægt gleðina til hvað sem þeir eru á landinu. Takk fyrir þetta, Ástrós Signíðardóttir í Austurbæ. Táknmál hefur verið talað á hverju götuhorni á Selfossi undanfarna daga. Vel á 300 hafa sótt norræna menningarhátíð heyrnarlausra í bænum. Fánum þjóðanna sem taka þátt í menningarhátíðina öllum flaggað á fánastangirnar við Hringtorgið hjá Ölfusárbrú og verða uppi þar til hátíðinni lýkur 2. ágúst.
Hátíð sem þess haldin á 4 ára fresti og ferðast á milli Norðurlandana. Síðast var hún hér á landi árið 2006 og þá haldin á Akureyri. Þetta bæði heiður og stolt og að standa þessum undirbúningi sem búin að taka 4 ár verða veruleika. Það er léttir og það er spennufall líka. Það var sérstakt fyrir heyrandi mann að vera inn í tjaldinu og það heyrðist ekki í neinum. En samt rosalega gaman. Allir að brosa. Já, það er bara mikil stemning og mikil spenning og eins og segja, þetta er bara fólki búið að bíða eftir að bæði að halda mótið og fyrir fólk að koma, það er alltaf vinsælt að koma til Íslands og núna er bara nú gaman. Heitist ökkum vona mikilli gleði og slemmtun helgina en það er Ástbjörg Rut Jónsdóttir sem túlkar fyrir hana. Og það er rosalega mikið prógram hjá okkur, það eru sýningar, listasýningar og uppistand og alls konar skemmtiatriði. Það er mjög skemmtilegt prógram fyrir börn líka og unglinga og bara allt mögulegt. Þannig að Selfoss er staðurinn næstu daga? Já, algjörlega. Þetta er besti staður á landinu til að halda partí, það er náttúrulega hér. En er alltaf að tala sama tákmálið? Já, þetta er góð spurning. Nei, það er bara alls ekki sama tákmáli. Það er sér tákmál á hverju stað í öllum heiminum. Það er eitthvað 330 mismunandi tákmál sem eru töluð í heiminum. Bara eins og tungumálin heyrandi, það er bara út alls konar mismunandi tákmál töluð, já. Og þá að veðri. Á morgun verður norðlæga átt á landinu, víðast 3–10 metrar en heldur hvassara austast fram eftir degi. Bjartviðri víða land en sums staðar dálítil væta norðaustan til og líkur á þokulofti við norðurströndina. Hiti verður á bilinu 8 til 20 stig og það verður hlýjast landið sunnanvert en nánar veðrið að loknum íþróttum. Gianni Infantino, forseti FIFA, er hættur við að selja hluti í heimsmeistaramótum FIFA eftir gagnrýni undanfarna daga. Þrátt fyrir það lýsir UEFA yfir vantrausti á forsetann. IBVF og Fram mættust í þjóðhátíðarleik í bestu deild karla í fótbolta í dag. 2 vítaspyrnur og rautt spjald litu dagsins ljós. Við athugum stöðuna á opna meistaramóti kvenna í golfi og Frakklands hjólreiðum kvenna sem hófust í dag. Í íþróttum hér handan við hornið. Og áður en kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það helsta úr þessum fréttatíma. Skipverjar á Bandero segja að stjórnvöld hafi ekki svarað beiðnum þeirra að fá að sigla inn í 12 mílna lögsögu Íslands. Áhöfnin var þreytt og svöng þegar fréttastofa fór borð í dag. Margar Evrópuþjóðir eru komnar í hár saman vegna ástandsins í Fjúta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð sumra ríkja sem hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld, segir þau eigingjörn andstæðu lögum og stuðla að sundrungu. Minningarsjóður Ólafar Töru Harðardóttur vonast til að samstarf við þjóðkirkjuna leiði til raunverulegs stuðnings við baráttu fólki af kynbundnu ofbeldi. Þeir sem styðja við þolendur geta leitað til prests með reynslu á sviðinu. Mateusz Morawiecki, fyrrverandi forsætisráðherra Póllands, hefur yfirgefið flokkinn Lög og réttlæti og stofnað nýjan þingflokk. Ákvörðun hans átti sér langan aðdraganda, segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Sandkastalar, sápubolti og síldarævintýr meðal þess sem skemmtir landanum helgina. Hinar ýmsu hátíðir all land hafa mestu farið vel fram. Fréttatíminn á enda og við segjum ykkur næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Og svo erum við á vaktinni allan sólarhringinn á ruv.is. En við kveðjum ykkur í kvöld með myndum sem Jóhannes Jónsson tók af fjallahringnum í Dýrafirði í morgun. Takk fyrir samfylgdina, verið sæl. Fjallahringurinn hann dreginn hringinn í kringum mig og utan hans þar ekki neitt því innan hans þar ég þig en við verðum að
lát okkur litla hríð linda það sem til bar. Þú hvílir í brekkunni